Góðir gestir, þetta þátturinn á tali hjá Hemma Gunn og hér kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Gott kvöld, kæru vinnir land allt, hjartanlega velkomin í þáttinn á tali. Við ætlum að vera á hlýjum og notalegum nótum í kvöld, enda kalt og hvasst í höfuðborginni. Góðir gestir minni hér í sjónvarpssal sem hafa barist hérna inn úr vandaverðinu eldhressir nemendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem láta mjög að sér kveða í kvöld. Hvernig eru bestir? Þetta bara svona, nákvæmlega. Og nú að gera, það gott að vera inni núna í hlýjunni, þegar að veðrið leikur svona og okkur landsmenn og vera bara í jákvæðu og góðu skapi. Það fyrir okkur alltaf best. Og við komum víða við í kvöld, margir frábærir gestir koma í heimsókn með borgarstjórann í broddi fylkingar við frumflytjum nokkur lög, þar á meðal 2 eftir hljómsveitarstjórann okkar Vilhjálm Guðjónsson. En hátilegur, við höfum að drífa okkur að stað. Í síðasta þætti þá fórum við í óvenjulegan leik, við sendum 2 sjálfboðaliða út í bæ til þess að leysa þrautir og féll sá leikur í ágætan jarðveg og sérstaklega þar sem engin brögð voru í tafli, fólki vissi ekki hvað það átt að gera fyrir það kom út úr húsinu og sérstaklega ætlum við að þakka fyrir húsráðendum hver móttökur voru góðar þegar strákarnir voru þarna að strauja skyrturnar sínar og með alls konar fíflalæti. En við ætlum að bregða á leik í kvöld en það eins og ég segi valla hundið útsigandi en þess vegna ætlum við að velja hér 2 sjálfboðaliða, senda það út í bæ og þeir vera að koma í hús áður en þessi þáttur allur. Og við sjáum árangurinn eftir. Þetta verður enn furðulegra en síðast og það í góðu lagi. Það gerir þetta bara meira spennandi. En það ekki eftir neina að bíða, ég ætla að velja 2 þáttakendur vegna þess að þeir fara ekki aldeilis bara út í veðrið, vondaveðrið, heldur bíða hér fyrir utan 2 bílar, greiða bílar, galvaskir bílstjórar og þau fá ekkert að vita fyrir að koma út í þessa bíla. Nú ætla ég að velja hér einhverja sjálfboðaliða og við skulum sjá þetta fríður hópur hér og gaman að þessu. Já, vilt þú koma, vinur? Gjör svo vel. Þetta hann ágætt. Og við skulum sjá, við ekki að fá eina dömu, við skulum sjá, þú, gjör svo vel, já, gef henni klapp. Það aldeilis. Nú, þetta unga og skemmtilega og hressa fólk ætlar að fara út í bæ, það bíða 2 sem sagt bílstjórar fyrir utan, þið hlaupið hérna út, þar taka kvikmyndatökumenn sjónvarpsins og hljóðmenn við ykkur í þessum bílum. Þetta eldhressir bílstjórar hjá greiðabílum og nú ætla ég að afhenda þér þetta hér, þennan kassa, gula og rauða og í þessu pakka eru upplýsingar sem þið megið fáið að geti lesið leið og bíllinn leggur af stað. Já, þið vitið ekki hvert þið að fara, þar eru upplýsingar það hvert þið að fara og hvað þið eigið að gera en það eru margar þrautir á leið ykkar og þeir verður bara að koma hingað áður en þessi þáttur allur. Eru þið ekki með yfirhafnir eitthvað? Jú. Já, bara svolítið. Gjörðu þið svo vel, gangi ykkur vel. Gjörðu einn klokka! Já, þau eru farin af stað og eins og ég segi þau eru komin út í bíla í vondaveðrinu og það farin með þau. Ég til þess að segja ykkur eitthvað örlítið nánar frá ferðalagi þeirra og hvað þau eiga að gera að þá ferðinni heitið með þessum greiðabílum upp í Öskjuhlíð, nánar tiltekið í Perluna. Og þar fáðu þau frekar uppsýningar en aðeins með því að vaða einhverstaðar þar í gosbrunnið einhverstaðar en þetta alveg furðulegt og verður ævintýri líkast ef þeim tekst að leysa þessar þrautir. Þannig að við skulum hugsa vel til þeirra í huganum. Snúum okkur þá af fyrsta tónlistaratriðinu og það ekki af lækari endanum. Leikfélag Reykjavíkur hefur nýlega hafið sýningar á hinu mikla leikverki John Steinbeck Þrúgum reiðinnar og hafa móttökur áhorfenda verið mjög góðar. Þar fyrir saman góður leikur og merkileg skáldsaga og þá ekki síst tónlistin sem að öll saman af hinum eina sanna KK. Nú hann kemur sjálfur ásamt félaga sínum fram á fjölum Borgarleikhússins með alla þessa skemmtilegu tónlist
og þeir félagar eru komnir hingað í kvöld með lagið sem brennur á allra vörum hjá þjóðinni í dag. Það úr þessu mikla verki sem undir stjórn Kjartans Ragnarssonar, en það eru Vegbúinn, KK og Þorleifur. Gjörðu svo vel. Átt hvergi heima nema veginum á, með angur í hjarta og dirfskunar mót. Þú vatar á veginn ótroðnu slóð, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já segðu mér frá. Þú átti von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Eitt að dreyma og annað að þrá. Þú vaknar að morgni veginum á, Vegbúinn, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Sestu mér hjá, segðu mér sögur, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Já, KK og Þorleifur með því frábæra lag, KK, Vegbúinn, úr Þrúgum reiðinnar eftir John Steinbeck, sem að sýnt hjá Borgarleikhúsinu, Leikfélagi Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu. Það komið afmælisbörnum og við óskum öllum afmælisbörnum dagsins að sjálfsögðu til hamingju. Rennum þá yfir nokkur nöfn að handarhófi. Björg Sigríður Ólafsdóttir Flúðaseli 88 er 30, Ómar Guðnason Birkili 20 er 9 ára, Renata Katrín Björgvinsdóttir Álfaskeiði 82 er 7 ára, Sigþór Jósafat Bragason Efstalandi 8 er 28 ára, Elvar Vignisson Hólsgerði 1 Akureyri er 20, Kolbrún Sveinbjörnsdóttir Veghúsum 31 er 45 ára, og svo skilst mér að Sólveig Pétursdóttir alþingismaður sé fertugt í dag, en afmælisbarn þáttarins er sjálf söngdrottningin Þuríður Pálsdóttir. Sláum á þráðinn til hennar. Já, gott kvöld. Góða kvöldið.
það Þuríður? Já, Komdu blessuð og til hamingju. já, sælleskan, þakka þér innilega fyrir. Hvernig liggur á þér? Bara stórvel. Er það ekki? Jú, ég tala nú ekki eftir þessa höfðinglu gjöf hérna sem þú ert búin að senda mér. Já, þakkaði fyrir. Við sendum þér bækur Nóbelskáldsins, Já, Kristni Haldundur í Jökli, Gerplu og Paradísar heimt og örfáar rósir. yndislegar. Hvað er að frétta að þér sjálfri? Ertu að syngja alltaf? Syngja? Já. Nei, elskan mín, veist ekki hvað ég er gömul í dag? Nei, ég ætla að tala um það nokkuð. Þú ert alltaf jafn ung í mínum augum. Já, það er svo annar mál. Já, þú tekur alltaf lagið annað veiði fyrir nemendur, er það ekki? Jú, ég er svona að kenni þeim og þá syngi ég alltaf með, jú. Hvernig er heilsan þín? Helsan? Já. Já, á ekki segja ég sé bara hress eins og þú. Erum við það ekki öll? Jú, ég segi það. Eru það ár söngsins, Þuríður? Já. Hvernig líst þér á sönglíf í landinu okkar? Mér líst mjög vel á það, en þú veist að ég náttúrulega er að hugsa kannski þennan klassíska söngar, ekki? Jú. Jú, ég vil þá að segja það alveg eins og er svona til að segja svo lítið neikvætt, að mér finnst að góðir klassíski söngbarar íslenski sem er að verða mjög góðir og mjög margir séu svolítið hornrekur hjá bæði sjónvarpi og útvarpi. Úr því við erum að tala svona saman. Já, því við erum að því. Já, ég meina það. Það má heyra miklu meira til þeirra. Ég skal leggja mitt að mörkum, Þuríður. Já, ég elskan. Haltu áfram að vera þú sjálf. Já, heyrðu. Þú er öll bestu kveður. Já, og þakka fyrir, ég verða að þakka þér fyrir þetta yndislega kort. Því það var svo fallega það sem skrifar og mikið óskaplega hefur fallega rítönd. Nú það er sannlega eina góða um mig. Nei. Þakka þér fyrir, Þuríður mín. Þú ert bara hreinasti gleði gjafi, en svo hefur þetta líka, sko. Þakka þér, ég fer allur hjá mig bara, í klössu. Þakka þér kærlega, Þuríður, og til hamingju. Þakka þér miklu frekar. Þetta var Þuríður Pálsdóttir, óperudrottning okkar til margra ára og við erum ekki búin enn. Vegna þess að helsti aðdáandi Þuríðar í gegnum tíðina er einmitt í dag starfsmaður sjónvarpsins og í síðustu viku hélt hann upp á 70 afmæli. Hann hefur gert betur en nokkur annar, hann hefur gifst Þuríði rúmlega 70 sinnum. Það er að vera að vísa á leiksviði en við erum ekki að skipta okkur á því. Þetta er óperusöngvarinn Guðmundur Guðjónsson. Sjónvarpið er svo heppið að hafa þennan mann ásamt mörgum öðrum góðum starfsmönnum hér í vinnu og þessi ljúflingur sem er alltaf hér á bakvið tjöldin sést aldrei, hann hefur tekið til dæmis á móti rúmlega 3000 Íslendingum í beina útsendingu í þáttin okkar hér á tali og án hans, hann er búin að vera mín stoðastytta og ég veit ekki hvað hann er búin að gera fyrir mig og ykkur öll held ég sem að hafi komið hér allavega hann fram. Ég verð að fá þennan ljúfling þó ég veit að hann fari í hjá sig núna, þá verð ég að fá hann þó var ekki bara til að knúsa hann. Guðmundur Guðjónsson! Hattu því áfram. Þetta er hann. Allir sem koma fram í svona beinar útsendingar fá alltaf hlýja brosið hans og góðmennsku sem að við öll eigum en gefum allt á sjaldan. Hann er sígefandi og hver trúir þessu 70? Drífið vinna, kallinn. Já, Guðmundur er einstakur og áfram með tónlistina og ég var að tala um að við ætlum að frumflytja lög. Tónlistarstjórinn okkar, Vilhjálmur Guðjónsson, er 1000 fjalla smiður. Hann leikur á flest hljóðfæri, semur lög, hvers konar lög, eins og að drekka vatn og svo er hann bara svo fýtt strákur, það er nú skemmtilegt með það. En ég bað hann á dögunum að semja fyrir okkur jazzlag í hæsta gæðaflokki. Hann hristi það fram úr erminni, fékk til liðs við hljómsveitina, 2 snjöllustu saxófonleikara líklega í jazzinum, Rúnar Georgsson og Sigurður Flossason og þetta lag ætlar Villi að nefna af sínu alkunnu, sínu þekkta gríni, skulum við segja. Hann nefnir lagið Svörtumarju og tilengar að 2 lögregluþjónum. Ekki veit ég af hverjum, því að prúðari mann þekki maður alla. En við skulum fá jazz sem að hristi fram bara fyrir okkur á þessu vetrarkvöldi. Það er hljómsveitin með Svörtumarju, gjörðu svo vel.
Já, þetta var Svarta Marían nútíma jazz eftir Vilhjálm Guðjónsson og þarna blésu í rörin þeir Rúnar Georgsson og Sigurður Flossarsson og að sjálfsögðu strákarnir okkar Kjartan Valdimarsson, Villi Finnbogi og Ásgeir Óskarsson. Gerum meira þessu og meira þessi unga fólkið fékk bara fiðrings, ég sá það bara hérna fyrir frá mig, nú fer það að hlusta á jazz. En það er komið aðalgesti mínum og hann þekkja reyndar allir, hann hefur verið útvarpsstjóri, hann var einn af fyrstu fréttamönnum sjónvarpsins, hann er núverandi borgarstjóri. En þar sem var nú starfsmaður sjónvarpsins og þegar gestir mínir sem hér í sjónvarpssal muna nú ekki eftir því þegar sjónvarpið lagði af stað á sínum tíma, að þá ætla ég að kynna nöllítið nánar fyrir gestur mínu hér í sjónvarpssal og ykkur að því að eru nú þið
og fara í leynisafn sjónvarpsins og sjá örfáar grallara myndir af honum. Reynið að þekkja hann þarna. Já, ég veit að eftir þennan þátt verði ég rekinn út fyrir borgarmörkin því að þetta myndir hafa aldrei verið sýndar áður en svona var nú lífsgleði mikil að sjónvarpinu í upphafi þess tíma. En aðalgestur minn borgarstjórinn í Reykjavík, Markús Örn Antonsson. Markús, blessaður og velkominn og ég byrst afsökunar. Já, þakka fyrir. Já, sástu þessa myndin okkur? Þú ert hér? Ég er hér. Var það ekki Dengsi sem átti að tala við mig? Nei, það eru krakkar á Dengsi að tala við það. Nú, það er nefnilega það. Ég hef nú leyfið til þess að koma þér svolítið óvart líka. Þá fer ég alveg samlega. Markús, það var mikil gleði þarna á fyrstu dögum sjónvarpsins greinilega. Skemmtilegur hópur. Já, lítið er ungsmanns gaman, það er nú það sem manni dettur fyrst og fremst í hug þegar maður sér þessar gömlu myndir. Við gerum það gjarnan fyrir árshátíðin okkar að gera svolítið sprell hérna svona. Þetta var aðalega á helgarvöktunum þegar það var tiltölulega lítið í fréttum og menn höfðu svona möguleika til þess að skjótast út fyrir og setja á svið eitthvað sprell af þessu tagi. Það klektu menn svona svolítið á náunganum. Já, aðeins, jú. Þetta voru leikræn tilþrif sem að þarna fengur smá útrás. Nú ertu búin að fletta frá frakkana þannig ég ekki komist inn að beini, ég veit að byrja á því bara. Uppvaxtar árin, takk fyrir. Já, það er nefnilega það, uppvaxtar árin. Já, ég hef litið á mig sem reykvíking í húð og hár eins og þú vafalaust gerir líka. Þessir menn sem eru fæddir rétt í stríðslokinu eða rétt eftir stríðið. Eins og þá gerðist það nú daginn þegar við vorum að taka á móti gestum okkar í tilefni af því að íbúar Reykjavíkur voru orðnir 100.000. Við buðum okkur gestum sem að höfðu náð 100 ára aldri og þar yfir til okkar niður á Höfða. Og það var einn úr þeim hópi sem að var spurður af því hvort hann var ekki Reykvíkingur. Nei, ég kom ekki hingað fyrir 1918, svaraði hann. Með seinniskipunum bara? Bara með seinniskipunum. Ég ætla að forvitnast, við erum búin að sjá því sem embættismenn nokkuð lengi. Uppvaxtar árin þín, voru þau skemmtileg í Reykjavík? Já, þegar ég lít öxla þá tel ég að þau hafi verið mjög ánægjuleg í alla staði. Reyndar þá höfum við nú tilhneigingu til þess að sjá þetta allt í einhverjum ljóma og það er sólskinn í heiði gjarnan þegar við förum yfir þessar bernsku minningar okkar. Dagar í Nauthólsvíkinni á sjóbaðstafnum og dagar í yndislegu veðri í Tívolí og þar fram eftir göttunum. Hins vegar þá held ég að Tívolí hafi nú farið á hausinn eftir hvert óveðra sumarið og fætur öðru og rigningarsumarið. En þannig gekk þetta nú fyrir sig og ég held að það hefði verið afskaplega skemmtilegt að alast upp í Reykjavík á þessum árum. Þarna 1950 og þar á eftir. Ég fór víða og kynntist mörgum, átti fjöldan allan af vinum, fór víða einn líka og hafði mikil samskipti við mér eldra fólk. Þannig að það var mikil reynsla sem að safnaðist upp raunar á þessum tíma. Mistur föður þinn hvað 6 mánaða gamall? Já. Erfiðu tími? Sem sagt í framhaldi af því? Þekkti hann ekki. Nei, það er að segja að það er erfitt það heimilislíf sem að þú... Nei, það var það ekki. Þetta var eins og hvert annað alþýðu heimili í Reykjavík og auðvitað náttúrulega erfiðleikar eins og gengur að gerist en ekkert meira heldur en almennt var á þeim árum. En ég hafði hins vegar mikil samskipti við föður fólkið mitt, mjög náið samband við ömmu mína og föður systkinin
og fjöldan allan af ættingjum og vinum. Já, góðu fólki. Góðu fólki. Einhvern veginn sýnist mér á þér að þú hefur verið mjög forvitin og jáfnvel frakkur á þessum fyrstu árum þínum. Þvælast allan bæinn, er það tilfellið? Já, ég gerði það, ég fór víða Ég minnist þess að höfnin hafði alveg sérstakt aðdráttarafl. Það var mikil athafnasemi þar náttúrulega og það var alltaf spennandi að fylgjast með skipakomum. Ég átti nú frændur sem að tengdust útgerð og sjómennsku ýmiss konar. Flugvöllurinn var annað athafnasvæði sem að ég vandi komum mínur á. Starfaði nú reyndar sem sendill hjá Flugfélagi Íslands og tók nokkra flugbakteríu á þeim tíma. Að dellu einhverja? Já, ég held að ég hafi nú eiginlega verið staðráðinn í því tíma að gerast flugmaður, en það var ekkert af því vegna þess að það kom í ljós að ég var óskaplega flugveikur og það reyndar ennþá að því leyti til að ég þoli nánast enga ókyrrð í lofti og svo ég eftir því sjóveikur. Þannig að það var ekkert það að ég færi á sjó eða færi að fljúga loftin blá. En var þetta þá löngu til þess að fljúga loftin blá eða bara til þess að vera borðalaður með kaskiti og fýtt? Nei, það var nú fyrst og fremst bara flugið sem að heillaði að fá tækifæri til þess að vera skýjum ofar eða njóta útsýnis yfir þetta fagra land okkar, hafa tækifæri til þess að skoða sig í heiminum. Það var einhver útþrá sem að gjarnan blundaði með mér og gerir það nú reyndar ennþá að fara víða kynnast siðum annarra þjóða, kynnast nýjum háttum. Þetta eins og gengur. Mikið ungu fólki hérna hjá okkur í kvöld, Markus, og efnilegt æsku fólk. Íþróttamaður, varstu íþróttamaður á yngri árum? Nei, íþróttamaðursferillinn hann var ákaflega stuttur og endaði mjög snöggt. Ég held að ég hafi verið 9 ára inn í Bústaðahverfi þegar að ég fór á nokkrar fótboltaæfingar hjá Víkingi, kom þarna á völlinn og mér var sagt að spila fullback. Ég var hins vegar í gúmmívaðstígvélum og þegar ég var búinn að koma þrívegis í gúmmívaðstígvélum á æfingar og þá sagði þjálfarinn hérna, Markus minn, þú þarft ekki að koma hingað meir. Nú var ég að velta því fyrir mig svo sem þessum uppeldislegu áhrifum af viðbrögðum þjálfarans. Ef hann hefði nú sagt, heyrðu Markus minn, þetta gengur ekki, þú getur ekki verið hér sífellt á stígvélum, farðu nú heim og farðu í strigaskó eða fótboltaskó eins og þeir voru kallaðir á sínum tíma. Þá var aldrei að vita, þá hefði ég bara getað orðið landsliðsmaður og tekið þátt í svona 14-2 eins og sumir eða eitthvað svoleiðis. Nú var bara stöðugt skotið. En ég frétti þó, svo ég skjóti nú á móti, það ég frétti samt að þú ættir íþróttamett, met í íþróttum. Met í íþróttum, það fer ákaflega lítið fyrir því. Eina metið sem að ég hef sett, það var nú gert í mötuneytinu held ég upp á lofti í skýlunni hjá Flugfélagi Íslands út á flugvöll á sínum tíma þegar ég tók þar þátt í kappáti við mjög þrekmikla menn sem að störfuðu þar að flugvirkjun og það endaði þannig að ég fór með Sigur á Hólmi, borðaði 14 kjötbollur í hádeginu og var hvattur óspart. En hins vegar að þá brendi ég þessu nú fljótt vegna þess að sendilstarfið sem að ég stundaði fyrir Flugfélag Íslands var nú mest í því fólkið að fara á hjóli 4 sinnum á dag, hringferð af flugvellinum inn í bæ, inn á Lækjargötu þar sem að afgreiðslan var, upp á Hverfisgötu hjá Frakkastíg þar sem að vöruafgreiðslan hafði aðsetur og fara svo upp þessa ægilegu brekku á Frakkastígnum og niður Njarðargötun og svo út á flugvöll aftur. Þessi hringferð 4 sinnum á dag og hjóla svo fram og tilbaka heimann inn í Bústaðahverfi út á flugvöll. Að þetta gerir það að verkum að maður hélt sér ákaflega vel svona líkamlega. Ungur maður svona og hafði alveg ráð á því að vinna svona sigur í kappát út á flugvölli. Já, þú hefur verið svona ungur maður sem sagt forvitinn og úttalsgóður. En ég veit að þú vilt kannski ekki ræða mikið þig svona sérstaklega, hvernig þú ert gerður og hvaða mann þú hefur að geyma svona sérstaklega, svo ég leitaði til vina og vandamanna eins og við erum vön að gera í þessum þáttum og nú skulum við sjá hvernig þú bregst við því, gjör það svo vel. Sko, frá því að hann var ungu maður, hefur hann þá fannst mér hann dálítið fullorðinslegur. Bæði í útliti og svona kannski pínlítið í viðhorfum. En mér finnst að lítið hafa breyst síðan. Nú finnst mér hann
ungur maður, hann fylgist mjög vel með, hann sveigjanlegur. Hann ákveðinn, hreinskiptinn, segir sína menningu og hlustar líka á aðra. Hann lætur ekki vaða yfir sig en reynir ekki til að vaða yfir aðra heldur. Hann er fljótur að taka ákvarðanir, fljótur að hugsa og fljótur að greina kjarna hvers máls sem er þetta mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn. Ég held að hann hafi næstum því fengið bara frí leikumi í skólanum. Já, ekki tressjur. Ég er bara ekki langan til þess. Hins vegar var hann fastur fyrir og afdráttarlaus þegar því var að skipta. En hann kann líka leikreglur stjórnandans alveg utanvegð. Hann hefur skemmtilega og hárfína kímnigáfu og sér alltaf þetta skemmtilegu hliðarnir á tilverunni. Svo ætti að segja hann hafi verið snemma fullorðinn. Hann var, ég svo ætti að segja hann hafi verið leiðtógaefni frá fyrstu tíð. En hann var eitt sem hann kannski skila sér ekki eins vel svona í opinberu lífi sem hann var ábyrgandi á þeim árum, hann var ákaflega glaðvær. Hann hlýtur að þekkja borgina mjög vel, ég held að hann varkaði í kringum hana hvern einasta laugardag í einhver ár. Hann sagði frá þessu tíma, mér hlaus alveg hugur þessu vökuferðum sem hann byrjaði í allir að tala ég man ekki hvað hann endaði. Og hann átti sko að verða einhver yfirmaður og mikill maður. Svo segi ég, já, hann verður auðvitað borðalagður með kaskeit og allt, þá ég með alveg flugvallinn sko. Já. Hann voru mikið áhuga á flugvélum. Hann í flugstjóri? Já. Hann mjög málefnalegur. Hann mjög stefnufastur og heiðarlegur maður. Já, nokkur grallari og hefur ríka kímnigáfu. Hann lítið gefinn fyrir skítkast á borð við það sem sumir leggja stund á í Gagg og Vest. Þegar hann fór að uppdaga að það var Markus sem hafði skrifað fréttina, það hefði verið kenndir í þetta kvöldið áður og menn ekki litið vel eftir. Og þá fór að koma þess að kýpur mikið á honum, maður vildi ekki brosa og reyndi að halda svipnum, þangað til hann sagði, ef að þið ætlið að láta sendlana skrifa fréttirnar, þá minnsta kosti lesið þær í mig næst. Okkar kynni voru fyrst og fremst á aldrinu svona 13 til 16 ára. Þá gat ég nú ekki fundið að hann væri íkja pólitískur. Hins vegar get ég þó sagt, ef ég ætti að veðja á pólitíska stefnu Markusar frá þeim árum, hvað úr honum yrði, þá hef ég sagt að þar hafi farið mjög efnilegur krati. Það hafa margir sem ég þekki haft að orði að hann sé maður málamiðlunar og ég tek undir það. Ég held að hans aðalmetnaður liggi því að ljúka vel hverju verki sem hann tekur að sér og ganga upp á næsta hjalla og komast það. Það var verið að reyna að kalla hann Adda. Adda? Af því að Anton, faðir hans, var að kalla það. Nú erum við miklu hartramari andstæðingar en áður vegna þess að hans strákur framari en minn strákur valsari. Á heimbóginn var hann lítill áhugamaður leikfimi og svo sem ekkert sérstaklega íþróttamannslega vaxinn svo sem. Og það kann að vera einhverju vilji fá svona menn sem slá sig en það ekki stíl Markusar. Helstu gallarnir kannski að maður veit ekki hvort maður þekkir hann nógu vel til þess að geta sagt honum í hreinskilni frá hlutum hreint og beint. Eins og ég segi, það tekur nokkuð langan tíma að kynnast honum, það var mín reynsla. Spurði hann að því núna, hann hérna. Hvað fannst þér þessu ummæli? Og það erfitt að meta þetta. Ég hins vegar minnist þessara atvika sem Elín Pálmadóttir var að rifja upp frá Morgunblaðinu þegar ég var að vinna þar sem sendill á sínum tíma í ritstjórntíð Bjarna Bendissonar. Þá tók ég mig til eitt kvöldið, fór að þýða upp úr dönsku fréttablaði og þá var ég líklega 15 ára gamall. Nema það að ég var nú þóttist allavega að vera aðstoða þann sem var á erlendu fréttavaktinni það kvöldið. Og þarna var verið að segja frá einhverju náunga í New York sem hafði keypt upp allt neðanjarða lestakerfið í borginni og bjarga því svona frá gjaldþroti að þetta var óskaplegu baggi á borginni, allar þessi rekstur. Nefna það að Danirnir kliktu svo út með því að það væri nú ráð að fá þennan mann til þess að taka að sér að reka sporvagna Kaupmannahafnar.
og auðvitað var það að staðfæra þetta og ég fór að velta því fyrir mér mikið sko, hvaða rekstur, atvinnurekstur eða fyrirtæki er það nú sem að er hér á hvínandi kúpunni og maður getur nú nefnt í þessu sambandi og ég tók bara togarútgerðina, hún var á hausnum þá eins og hún hefur æfilega verið og setti þetta í lok fréttarinnar nema það hafði verið hringt og síminn rauðglóandi morgunin eftir því að þetta birtist bara á annar eða þriðju síðu Morgunblaðsins og menn í félagi íslenskra botnvörpuskipa eiganda kvarta við Bjarna Benediktsson hvað þetta ætti að þýða, hvort að þetta veri stefna Morgunblaðsins eða Sjálfstæðisflokksins eða það verið með göttunum en það hafði bara verið sendið til að leika sér svona sko að pikka á rítir og láta reyna á dönsku kunnáttuna kvöldið á þessum og til þessu írafári. En við vorum að fara fljótu við sögu og þú ert í menntaskólanum, þú allar í lögfræði, hættir við það að læra lögfræði? Já, ég tel nú að það hafi verið ein þýðingamesta ákvörðun í lífi mínu, reyndar eftir ég hafi rétt byrjað í háskólanum í lögfræðinámi að taka síðan ákvörðunum það að taka hvatningu Emils Björnssonar, fréttastjóra Sjónvarpsins, sem að þá var að undirbúa sjónvarpið, fyrstu útsendingar þess að koma og gerast fréttamaður hjá sjónvarpinu. Mér bauðst það að hafi tækifæri til þess þarna haustið 1965 og ég bara sló til, tók það ákvörðun, fór á námskeið erlendis og hef meira og minna verið viðriðinn einhverja fjölmiðla starfsemi síðan. Þú sást aldrei eftir þessari ákvörðun, þú varst nú orðin fréttafíkill á þessum árum náttúrulega? Já, nei, ég gerði það ekki. Ég hef auðvitað þurft að taka aðrar ákvarðanir og þegar þær eru teknar þá sér maður ekkert eftir því, maður reynir bara að vinna sem best úr hlutunum í framhaldinu. Svo varstu í útvarpsráði í 6-7 ár og áður nú sest í stól útvarpsstjóra. Hvernig leið þér við stjórnvölinn sem útvarpsstjóri? Þetta var ákaflega mikið breytingaskeið hjá Ríkisútvarpinu sem að ég gekk í gegnum ásamt náttúrulega því góða samstarfsfólki sem að ég hafði og hef haft hjá stofnuninni. Það voru miklir umbrota tímar auðvitað með því að samkeppni við Ríkisútvarpið var hafin eiginlega í upphafi míns starfsferils. Við þurftum að gera ýmsar breytingar. Það var ýmislegt nýmælið tekið upp, við hófum sólarhrings útasendingar á Rás 2, það var lengd dagskrá sjónvarpsins, teknar upp útsendingar á 50 dögum með ýmiss konar hagræðingu og þá tókst okkur að lengja líka til muna almenna dagskrá aðra daga og helgar í sjónvarpinu með tiltölulega litlum kostnaðarauka hlutfallslega og þar fram eftir göttunum. Þetta var mikið óróleika tímabil, það stóðu ansi mikla deilur stofnunina á köflum meðan að þessar breytingar voru allar að ganga yfir en ég var tiltölulega sáttur við það að segja skil við þetta starf og stofnunina eins og mál hennar stóðu á síðastlunni sumri þegar að annað tók við. Þú ert sagður ígrunda, við komum fram í máli viðmælanda þarna, að ígrunda öll mál mjög rækilega en ert samt fljótur að taka ákvarðanir til dæmis að gerast borgarstjóri í Reykjavík. Var það ekkert erfitt? Nei, það var ekki erfitt. Ég hafði unnið í borgarstjórnir áður, var nú borgarfulltrúi í 14 ár, hafði verið forseti borgarstjórnar og setið lengi í borgaráði þannig að ég þekkti vel til. Ég hafði líka tekið þátt í prófkjöri sjálfstæðismanna hér og fengið verulega góða stuðningsyfirlýsingu þar, 82 lenti þá í öðru sæti og með þetta í huga þá var það í sjálfu sér ekki mjög erfið ákvörðun að breyta til og fara inn á þennan vettvang á nýja leik. Ég hafði líka löngu áður gert það uppi við mig að ég ætlaði ekki að verða eilífur augnakarl í starfi útvarpsstjóra. Þegar ég tók við embættinu 1985 þá var það nú einhver sem hafði þá orði og tóku nú svona pólitísk andköf sumir. Hann getur verið þarna til 2013 maðurinn, hætta þá fyrir aldursakir. Nú ég ætlaði mér ekki að reyna svo að þolinmæði eins eða eins og tók nú ég ráðum sumra starfsbræðra minna erlendra sem að höfðu þá orði að menn ætti ekkert að vera lengur í svona starfi en 7-8 ár ef þeir hefðu möguleika á því að breyta til og í Noregi til dæmis að þá er það nú bara í lögum að útvarpsstjórinn fyrir norska Ríkisútvarpinu og sjónvarpinu að hann má ekki sitja lengur en í 8 ár. En frá útvarpsstjóra, nú ert hann borgarstjóri, hvernig heldur í hreinskilni að sé að búi Reykjavík?
Ég held að það sé mjög gott og það hafi nú sýnt sig og sannað á því meðal annars hvað það eru margir sem vilja flytja hingað til þessara borgar og hver vöxtur Reykjavíkur hefur verið núna á undanförnum árum og síðustu ára tugina. Reykjavík gegnir náttúrulega algjöru forystu meðal sveitafélaga hér á landinu. Fólksfjölgunin var eitthvað 2000 manns á síðastliðnu ári, við erum búin að ná þessu 100.000 manna marki og þannig hygg ég að þróunin verði áframhaldandi. Okkur veitir nefnilega ekkert af því að styrkja svona einingu eins og Reykjavík í okkar þjóðfélagi í landinu og þá náttúrulega nágranna byggðirnar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þó að þetta séu 150.000 manns og hátt hlutfalla af heildar íbúafjölda landsins, að þá þetta nauðsynlegt fyrir okkur líka í þeirri samkeppni sem að beinlínis fer fram við borgir og svæði hér í nágranna Londonum með mjög tíðum, greiðum samgöngum, að þá þurfum við að hafa þessa sterku einingu hér sem Reykjavík og í þeim skilningi Reykjavík tvímælalaust höfuðborg alls landsins. Það ekkert annað. Þú ert svo ákveðinur að segja þetta, ég trúi þessu. En segðu mér alveg hreinskilinn, ertu metnaðargjarn? Ég ekki metnaðargjarn í þeim skilningi að ég hafi legið yfir því eða pælt mikið í því á sínum tíma þegar ég fór ungur inn í borgarstjórn Reykjavíkur, 27 ára gamall. Já, nú vinnur þú markvisst að því, Markús, að verða borgarstjóri. Nei, ég lagði ekki slíkar línur fyrir sjálfa mig. Og þegar ég var hér fréttamaður hjá sjónvarpinu 22 ára, ég fór ekki að leggja á ráðin með öðrum eða fyrir sjálfa mig á einn eða annan hátt. Já, nú stefnir þú að því að verða fréttastjóri eða sjónvarpsstjóri eða útvarpsstjóri á endanum. Þetta bara kemur til þín alveg svífandi. Já, þetta eru náttúrulega tilviljanir, Hermann, og við ráðum ekki ferðinni sjálfur algjörlega. Já, en í framhaldi af þessu, þú vilt standa þig vel, sinna þínum störfum vel, þá náttúrulega ekki verið að hafa völd. Nei, það er það vissulega ekki, en ég lít nú á þetta hlutverk yfirmanns eða foringjans, stjórnandans þannig að hann eigi fyrst og fremst að beita sér að því að ná fram samstarfi við nánustu samstarfsmenn. Þetta er svona ákveðin lagskipting í þessu bæði hjá Ríkisútvarpinu og hjá Reykjavíkurborg að virkja menn til samstarfs, en hins vegar að hann hyggi ekkert við að taka ákvarðanir þegar eftir því leitað. Það er í fjöldamörgum tilfellum bæði hjá Ríkisútvarpinu og auðvitað náttúrulega í embætti borgarstjórans sem leiðtoginn, sá sem að er þarna í æðsta embættinu, að hann verður að höggva tiltekna hnúta og það er ætlast til þess að hann taki ákvarðanir og þá er ég tilbúin til þess. Ég er nú svona að fara að hugsa jólakortin fyrir næstu jól, svona hvað ég á að skrifa á kortin, en verður borgarstjóri lengi? Já, ég ætla mér að vera borgarstjóri eftir næstu borgarstjórnarkosningar. Ég mun sækjast eftir því að valdastofnanir Sjálfstæðisflokksins sem ákvaða náttúrulega framboð og síðan kjósendur í Reykjavík að þeir dæmi mig eða meti mig með tilliti til þeirra verka sem að ég hef staðið að núna á þessu kjörtímabili. Þetta eru nú ekki nema 3 ár raunverulega sem að ráðningatíminn en ég vona það að samningurinn verði endurnýjar og að það verði þá byggt á mati kjósenda og annara sem að ráða þar ferðinni á mínum verkum á þessum tíma. Þú ætlar ekki að vera augnakall í þessu til aðviloka? Nei, ég ætla mér það ekki, en ég hins vegar ætla ekki að gefa neinar yfirlýsingar tímasetningar. Ég hef áhuga á því að starfa sem borgarstjóri á kjörtímabilinu 1994 til 1998. Ég er nú reyndar með svona elstu borgarstjórum sem að hafa starfað í Reykjavík það vill nú svo til og ég held að svona fljótlega eftir þetta næsta kjörtímabila þá er því nú aldursforsetinn það er spurningin það svona hvort að menn ætla endilega að tryggja sér þann sess í sögunni. Ég hef engan sérstaka metnað í því efni eða áhuga á því. En nú ýmsir hafa spurt að því að hvað vildi þú gera í framtíðinni þegar þú verður stór, Markús, eins og sumir er að gera upp í sig fyrir líta í speilin 50 og aðeins eldri. Ég gerir fastlega ráð fyrir því að það væri ákaflega áhugavert, skemmtilegt að breyta til, taka að sér eitthvað annað starf á þessari hefðbundnu starfsævi
og þá sæi ég fyrir mér sem mjög ákjósanlega breytingu og skemmtilega, raunverulega það sem að ég hef sömuleyti þráð að fá tækifæri til þess að vinna því að kynna Ísland, menningu Íslands og Íslandinga eða landshætti með tilliti til þarfanála á erlendri grund. Ég hef aldrei búið erlendis, ekki nema það að ég var skiptinum í Bandaríkjunum eitt vetur, það er nú alltaf sumt, en ef ég geti orðið að einhverju gagn að þessu leyti til að þá vildi ég mjög gjarnan gera það einhver tíma í framtíðin. Markús, það hefur verið notalegt að fá þig hingað. Ég ætla að fá tækifæri til að þakka ánægjulegt samstarf og komuna hér til okkur í kvöld og gangi þér allt í haginn, borgarbúum og landsmönnum öllum í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta var borgarstjórinn okkar Markús Örn Antonsson. En þá komið næsta tónlistaratriði og það eru tveir félagar að sunnan og ættaðir úr fótbolta á Bítlabænum Keflavík ef ég man rétt, en þeir gáfu fyrst saman út plötu fyrir 20 árum. Frá þeim tíma hafa verið í hópi okkar þekktustu laga, höfunda og söngvara. Þetta eru þeir Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason. Nú hafa... Já, hvað er nú? Hvað gekk? Það bara svona. Það er mikið spennan að fá þá. Ég vissi það, margir búin að reyna að fá til þess að koma saman á ný og gera plötu, skemmtilega. Og það eru þeir einmitt að gera, hún kemur einhvern veginn í sumarbyrjun og þeir ætla að syngja lag Magnúsar Þór Sigmundssonar við texta Magnúsar Einarssonar og lagið heitir Tommi, Jenni og bara við. Magnús Þór og Jóhann. Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við. Ykkur hefur tekist það þið kumpánar Tómas og Jens. Þið hafið frestað byltingunni með geislabaug inn á hvert heimilið fyrir í og heiklið mannfólkið fær ressingar við. Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við. Á meðan í skjóli gleði, láturs og réttlæts ofbeldið, fremja þau aðra mið og kúuninnar sefa fólkið í stofunum, gera það máttlaust og ánægt. Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við. Þið lifið flott, þið hafið það næs, breytið hulur yfir óskemmtilega þætti. Þið lifið flott, þið hafið það næs, breytið hulur yfir óskemmtilega þætti. Hvar öll lífsbaráttan, Tommi og Jenni? Hvar öll lífsfyllingin? Hún fólkin í mæta samfélagi afsóknar brjálæðis, skammtíma tómstundar markmiðum? Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við, Tommi, Jenni og við. Ég hvet í
Magnús og Jóhann komnir saman á ný og þetta voru Tommi, Jenny og við og þá nú aldeilis stórt framöndan hjá okkur á íþróttasviðinu, það B-heimsmeistarakeppni í Austurríki og til þess að forvitnast örlítið þá merku keppni sem að getur nú skipt sköpum fyrir okkur Íslendinga á handboltasviðinu að minnstakosti, sjónvarpið ætlar að sýna frá öllum leikjum liðsins, þá ætlum að fá hingað til okkar tvo landsliðsmenn, þá Kristján Arason og Guðmund Hrafnkelsson sem hvað mestar vonir eru bundnar við. Gjörðu svo vel! Komið þið blessaðir, velkomnir. Takk. Við erum ekki búin að hafa fréttir af landsleiknum í kvöld við Slóvena, en fáum það nú eftir. Hvernig leggst B-keppnin í ykkur, Kristján? Bara ágætlega. Þetta búið að vera miklar ræfingar og búið mikið puð. Þannig að maður verður að vera bjassinn. Maður búin að svitna það mikið að það er komið að gera eitthvað að viti. Ekkert erfitt verið að gefa kost á þau svona í þetta aftur? Jó, kannski það tók smá tíma að ákveða sig en eftir að ég var búinn að ákveða mig þá var ekkert þetta að snúa tilbaka. Guðmundur, hvernig líst þér á liðið okkar? Mér líst bara nokkuð svona vel á þetta lið. Þetta er svona samband af ungum strákum og gömlur öðum. Og hvað haldið þið raunverulegan árangur okkar? Hvað haldið þið, verður það Danir og Norðmenn sem eru svona aðal keppinautar okkar? Já, það sem hefur heyrt af úrslitum erlendis og ef maður sé til þeirra þá hefur danskur handbolti og norskur verið á gífurlegu uppleið en það má ekki gleyma pólverunum að ef Venta spilar með þeim þá verður þeir mjög erfiðir en við ætlum bara að taka þetta allt. Já, verður ekki bara að loka markinu, Guðmundur? Jú, það er eina ráði. Þetta var svo býstum skemmtilegt 1989, leiðin að gullunum, myndbandasafnið og HSI að gefa þetta út. Þegar þið, sjáu þið þetta? Svona fóru við, þetta eru fóla með einmitt glæsilegum árangri þá, ég trúi ekki öðrum að þið. Þetta er minn. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Já, þetta? Já, sko þetta er bara, þú veist. Hvað er hann? Herra Hafnarfjörður. Fékkst þú það? Fékk ég það? Hvenær? Ég er herra Hafnarfjörður. Býtu við. Er þetta ekki einhver vitleysa? Þetta? Já. Þetta er sko engin vitleysa, Tjónu minn. Þetta er herra Hafnarfjörður. 1967? Já, þetta var að síðasta sem ég fekk sko. Ég var öll hinn árin líka sko. Já. En þekkir það ekki Kristján? Jú. Það var smá reyðrind út af þessu. Ég veit að hann ætla að fá þetta sko. Já. Það var nú alltaf fættum. Og þetta er Guðmundur Hrafnkelsson, þeir ætla að verja... Er þetta ekki Guðmundur? Ég er nefnilega við syndist að vera hann. Já, sko nú langar mig að segja hérna eitt. Mér langar að leggja orðið í belg. Vegna þess að ég er svolítið óánægður með þetta valið á landsliðinu. Já, ég vil segja það. Það er illa valið. Finnst það ekki? Nei. Akkur voru við ekki valdið til dæmis? Við vorum ekkert að gefa kost á okkur. Gefa kost? Við þurfum ekki að gera það. Nei. Við þurfum ekki að gefa kost á okkur. Við eigum að vera í landsliðinu, þú og ég. Nei. Ég fann upp landslið. Þú veist það Stjáni minn? Herru, hættu þessi töði sko. Já sko, ekki vera neitt svona að vera með, ég er náttúrulega ekki að vera með drifliti hérna eða svona en málið er það ætlar það að vera í markinu? Hvað þurru? Ætlar það að vera í markinu eða? Þess vegna, ég get verið í markinu, ég bjó nú til markið á sinni tíma ég fann upp landslið, fann upp handbolta. Hvað viltu gera? Sko ég vil sýna fram á það að við erum miklu hæfari heldur en þeir. Ég vil skora á þá, núna, inn með markið. Inn með markið? Já, inn með markið strax núna. Og hvað á að gera? Við förum í keppni. Nú? Já. Og við setjum Guðmund bara í markið strax. Já, við erum komað það bara. Já, við tökum Ég skal bara dæma. Já. Gjör þessu vel bara. Gæti ég fengið bolta hérna? Hvað gerist nú? Já, verður þú róleg. Hvað gerist nú? Já. Nú skora ég. Já. Síðan skora þú. Já. Og svo teljum við bara. Já, svo fyrir ég í mark. Já. Og þeir skora ekki. Já, við skulum sjá. Skjóttu þá. Ertu tilbúinn? Já. Það er bara eitt skot, er það ekki? Ertu að taka mynd af þessu? Nei. Heyrðu. Hann varði. Já. Ég kalla hann þetta ekki að verja. Þetta var nú bara óvartun af skot. Ég var aðtökut að hnéð var í lagi honum. Já, takk. Já. Nei, þessi óheppinn þarna.
Þetta var mark, hann var með löppina fyrir innan línuna, sástu það ekki? Já, hvað núna? Nú þú. Á ég að skjóta okkur? Já, já. Já, og hvað? Ha? Og skora? Bara að gera mark. Já, ok. Sérðu? Takk hann fyrir ennum. Og aftur. Þá er það komið. Og annar. Gengsi? Sko. Nú fer ég í markið. Já. Já, já. Og Kristján? Og Kristján á að skora. Já. Já, nei. Ha? Ekkert vinstri neitt, sko. Ha? Ekki gamla triksin með vinstri hendinni og að gema hægri. Ég er örfendur. Ha? Ég er örfendur. Hvað segirðu? Örfendur. Ég veit að þú ert örfið, nei, já. Nei, bara eins og venjulegi menn með hægri. Tilbúinn? Allt í leið? Já. Þetta er ekki tekið til greina hérna minn. Ha? Þetta var ekki með. Þú mátt reyna aftur og vera á snöggur. Og góðum. Já. Þarna var stóðendin. Já, nei. Herra Hafnarfjörður truflaði mig. Já, nú tekur við síðan skotið. Já, þú mátt reyna aftur. Síðan skotið, nú verður að verja þessi. Já. Jæja, hvernig, við skulum ekki taka hann, hvernig fór þessi keppni? Við skulum ekki vera með einn látaleiti, við unnum þessa keppni, mjög glæsilega. Og þá ætlum ég að afhenda þetta og þetta er leiðin að gullinu. Hvað er við það? förum bara með þeim til Austurríkis. Er þetta farmið til Austurríkis? Nei, þetta eru spólur hvernig á að leika handbolta og gefum hérna fólkinu. Takk fyrir og grípa svo. Og svo grípa. Grípa. Og þið með eiga þetta. Þökkum landsliðsmönnunum fyrir, gefum þeim gott klap. Og þeim grípa. Nei, og grípa. Ég þakka hann vænislega fyrir að hjálpa mér í þessu. Þú ert betri en enginn, herra Hafnarfjörður. Ég veit það, ég er alltaf betri, herra Hafnarfjörður. Þú ert yndislóð. Takk fyrir emminn. Daniel Hellerup, Danmörku, Íslandi. En það er ekki, ég hef nóga Hafnfirðingu, það er Dengsi og Kristján Arason og það gengur mikið á hjá Hafnfirðingu núna, þeir eru að kynna bæi sinn og segja frá honum, draga fólk til Hafnarfjarðar og þá er engin betur heldur en Helga Magnúsdóttir í ferðamálanefnd til að segja okkur eitthvað frá því. Helga Magnúsdóttir, gefum henni gott klapp. Velkomin Helga. Hvað eru þið að bralla í Hafnarfirði? Hvað er að gerast? Nú það er alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast í Hafnarfirði. Alltaf skemmtilegt? Alltaf, já. En núna erum við að gera svolítið mikið skemmtilegt og við erum að fara að safna 9 vinum í Hafnarfirði. Og það... Vinir, já, akkurat. Og þú er svo rosalegu vinur, þannig að það er auðvitað tilvalið að koma heim til þín. Og þetta er átak, sérstætt átak í því að kynna hvað Hafnarfjörður hefur upp á að bjóða. Hafnarfjörður er fallegu bær og margt skemmtilegt að gerast þar og okkur er ástæða til þess að þú kynnist í sérstaklega. Já, þetta er ekki bara einhverju brandarar og handbolti. Nei, alls ekki. Nei, við lengi dreymt að verða Hafnfirðingur, ég sverða Helga. Hvernig er að vera Hafnfirðingur? Það er bara mjög gott. Já, getur nefnt mér eitthvað dæmi um það, komið sér vel fyrir þig? Já, ég hef lent í ástaræfindir bara því að ég var Hafnfirðingur. Blessu segðum frá því. Það segðum frá því? Já. Það var svolítið sérstakt. Ég fór út á land og þurfti að gista hjá fólki á Eskifirði og þar kom inn lítill 5 ára strákur, hrokkinharður og sakrallari og hann óð mikið á honum og svona og þurfti að vita allt um mig og ég allt um hann og svo segir hann, hvað er það heima? Heimi Hafnarfirði segi og það var bara eins og ég hefði gefið honum á hann eða eitthvað því að hann stoppaði og snerti mig og sagði, áttu heimi Hafnarfirði? Vá! Og ég, já og þetta þróaðist þannig að hann var bara með mér þessa 2 daga og kunnuði þetta alla Hafnarfjarðarbrandara, mikið fleiri heldur en ég hafði nokkuð tíman heyrt og svo endaði með því þegar að ég fór að þá sagði hann, ég vildi að væri mamma mín. Þetta var sætt. Þetta var sætt, já. Nú, þið fenguð Villa okkar Guðjóns til að semja Hafnarfjarðarlag sem við ætlum að frumflytja hérna á eftir og það er hvað Dolli og Doddi, nei Dolli og Dengsi
Ég mátti nú ekki segja frá því. Nei, en það er svona, þér er hægt að trúa fyrir nokkur Nei, en þetta er sérstætt Hafnarfjarðarlag. Þú lærir þegar þú flytur í Hafnarfjörð, þá er hægt að trúa fyrir Já, og þetta eru hvað, Dengsi? Þetta eru Dengsi og frændans Dotti. Já. Dengsi og Dolli. Dolli. Og þetta er liður í þessu átaki einmitt að fá Villa til að semja svona lag. Já, við fengum Villa til að semja fyrir okkur lag og það var liður í átakinu að hafa eitthvað gott Hafnarfjarðarlag. Okkur fannst það vanta. Og hann gerði það með miklum sóma og Dengsi hann flytur það á samt frænda sínum. Já. Og ég er ekki alveg klárað hvort það er Latti eða Dengsi sem samti textan, ég meina þeir eru frændur heldur og báður að hafna þetta. En þá er bara að fara að snúa sér að því. Já, en aftur á móti þá langar mér svolítið að segja þér hvað gerist ef þú gerist Vinur Hafnarfjarðar. Já. Og þá færðu svona heiðusskjal og þú fær krítarkort sem að greiðir þér aðgang að Hafnarfirði og þjónustufyrirtækjum, sundlauginni, golfvellinum eða hvað sem er eða hvernig sem það er. Svo færðu voðalega fallega bækling líka Hafnarfjörð og það sem er líka svolítið skemmtilegt þennan bækling er það að hann leynir á sér að það eru svona Hafnarfjarðarbrandar í honum líka. Já, þannig að manni leiðist og svona þá getur maður alltaf gripið bæklingin. Já, gott mál, gott mál, óvenjulega skemmtileg aðferð til að kynna bæjarfélag. Mjög svo og þar sem að, eins og ég sagði áðan, þú ert svo mikill vinur, allra vina, að þá hefur ferðamálanefnd Hafnarfjarðar ákveðið að gera þig að heiðurs vini Hafnarfjarðar og þú verður útnefndur fyrsti vinur Hafnarfjarðar. Takk fyrir. Ég held að þið sína þetta. Haldið þessi glæsilegt. Og velkomin í hópinn. Ég þakka bara alveg yndislega fyrir það, bara veist ég manningan Hafnarfjarðarbrandara núna, en þeir koma og ég skal reyna að liggja ekki á liði mínu. Má ég beða að gera mig greiða? Já, og þetta er? Þetta er að því ég veit að Dengsi hann verður svolítið sár að því hann var að herra Hafnarfjörðin á það. Já. Að okkur langar svo að bjóða honum í Víkingaveislu í Hafnarfirði. Myndur þú vilja koma að þessu til hans? Skal bara koma og hafa þetta til Dengsi og Ingu. Dengsi og Inga, þökkum kærlega fyrir hann þeirra. Við skulum sjá félagana Dengsa og Dolla með nýja Hafnarfjarðarlagið. Gjörðu þið svo vel. Jæja, þá er ég komið allir sem ég okkur að lofa þér. Þetta er Dolli, frændi minn þetta, Dolli heilsaði heima. Blessaði henni svona, blessa fólki svona, alveg skóla svona að syngja og dansa og svo. Við svo okkur einnig með lagið. Lagið, syngja lagið. Já, lagið, nú. Því var spáð á síðustu öld, suðri Hafnarfirði, af öllum fjörðum öld eftir öld, frægastur hann yrði. Undir gafli Djarnar var á og ég var í nefið, spjallað vítt og í veðri spáð og sogið upp í nefið. Já, gaflarinn er gestur sinn og býður þér að gerast vinur sinn. Hann brosir blítt, hann brosir lítt og hlýtt, hann brosir þótt honum sé strítt. Alveg saman. Þú hýri Hafnarfjörðurinn minn, hraunið þig liggur, loftið tæra og lækurinn og lýsir spræðslu fnikur. Jórlei, jórlei, jú, 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 jórlei, jórlei, jú, jú, jú. Það er bara jóla og svona. Það er svona smá Hafnarfjarðarbrandari svona. Já. Það var eitthvað Hafnfirðingur sem átti fullt af kindum og svona. Já. Hann beitti þeim bara mölina. Og mölina akkur í Dolli minn. Það vantaði svona steinull. Já. Í Hellisgerði hópuðust menn á heitum sumardögum, nærðust þeir og nærast víst enn á nágrannanna sögum. Í handboltanum harðsnúin lið, Haukarnir og FH, ef þessi vöskur lið eigast við, verður fjandinn laus þá. Já, gaflarinn er gestri sinn og býður þér að gerast vinur sinn. Hann brosir blítt, það brosir lítt og hlýtt, hann brosir þótt honum sé strítt. Mér er alveg saman. Vertu ávallt velkominn hér, vinur Hafnarfjarðar, haltu þétt í höndin á mér, vinur Hafnarfjarðar. Jórlei, jórlei, jó, 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 jórlei, jórlei, jó, jórlei, jórlei, jó. Það er svona
þá svona, þeir áttu líka kindu svona hafnfirðingar, þeir gáðu þeim bara játtöflur. Játtöflur akkur? Það vantaði svo stálut. Já. Því var spáð á síðustu öld, suður í Hafnarfirði, af öllum með fjörðum öld eftir öld, frægastur hann yrði. Þú býr í Hafnarfjörðurinn minn, hraunið þig líkur, loftið tæra og lækurinn, og lýsisbræðslu fnikur. Já, gaflarinn er gestur sinn, og býður þér að gerast vinur sinn. Hann brosir blítt, hann brosir lítt, hann brosir þótt honum sem stríð. Okkur er alveg sama. Vertu ávallt velkominn hér, vinur Hafnarfjarðar, haltu þétt í höndin á mér, vinur Hafnarfjarðar. Vertu ávallt velkominn hér, vinur Hafnarfjarðar, haltu þétt í höndin á mér, vinur Hafnarfjarðar. Deinsi og Dolly með splunkunýtt Hafnarfjarðarlag eftir Vilhjálm Guðjónsson að sjálfsögðu og textin eftir Þórhall Sigurðsson. En þá fer nú að styttast í að nemendur Fjölbrautaskólans í Breiðholti taki nú við og komi hér fram og ég veit ekki betur en að það sé svona sýnishorn af árshátíðinni þar sem að hún var mjög fjölbreytt og skemmtileg. En nú er eitthvað að gerast. Við verum að biðjast afsökunar, við erum komin aðeins fram yfir tíman, en hér er óvenjulegur leikur, nokkuð brjálæðislegur á ferðinni. Það er greinilegt að þau eru að koma í húsi núna og við skulum taka vel á móti þeim ef þau fara að nálgast núna. Stúdíóið hjá okkur, það er stúlkan sem er á undan. Já. Það er sættir, gerðu það vel. Þetta er á volkunum. Jæja, móð og másandi. Og hvernig var þetta? Var þetta erfitt? Og blautt. Var þetta og blautt? Svolítið blautt. Og drennt blautt. Á fótum og þú líka það hvað? Var snjórinn svona mikill út eða hvað? Ég læt að vera sko. Já, en þetta var spennandi. Já. Þetta var rosa spennandi. Við sjá hvernig ykkur gekk og hvað við erum að tala um, nú bíða allir. Sjáu því hver þeir lendu. Þarna komið þið hlaupandi út úr húsinu, það er að bíða þarna 2 bílar eftir ykkur. Þeir eru tilbúin að það eru greiða bílar og þessi bílstjórar, myndatökumennir okkar. Já, halló. Og ég var búin að segja fólkinu að þið áttu að fara upp í Perlu. Við voruð í leikþóttuna Þrumu. Þá er ferðinni heitið upp í Öskjuhlíð. Nánar tiltekið í Perluna. Þrautin sem þið átt að leysa byrjar á því að leita að frekari leiðbeiningum í gula pakkanum sem staðsettur er í miðjum gosbrunnunum. Og þið eru þarna hlaupandi inn í Perluna og þið eru að leita frekari upplýsingum í gosbrunnunum og vaða út í hann til að fá upplýsingar hvað þið eigið að gera svo í Perlunni. Vittu við? Jú, hann er komið út í gosbrunnum og þá er að finna pakkan og sjá skóflur og þarna kemur hann og þá eru pakkarnir tilbúnir. Kastuna, þá er bara að leita að kasttækjum til að spila. Taktu lyftun upp á 4. hæð og leitaði tækjum með gula borðanum. Taktu lyftun upp á 4. hæð og leitaði tækjunu með rauða borðanum Sundveri. Þarna erum við búin að fá snældur og nú eiga það að fara upp á 4. hæð, næstu hæð í Perlunni og leita þar að þessum ferðatækjum og þarna finna þau á 4. hæðinni og hvað nú? Frekar upplýsingar, þau eru komin með ferðatæki og snældur. Fullkomna verki, þarf að hlaupa upp á næstu hæð. Þið eru eitt matagestina, konu að koma með þið niður á jarðhæð, eitt augnablik að dansa við 1 mínútu. Vilja að dansa við mig 1 mínútu. Ekki þetta maður sjálfsagt. Þú er að með mig niður að dansa. Það vildi vera svo væn. Do you want to dance with me? This is Hún vildi það ekki. Vildi hún ekki? Hvernig? Aðtuga hvort þú vildi vera svo væn að koma niður að dansa. Þetta undirstreikar þannig að það er engin brögð í tafli
Byttu við, fólk þarna í sakleysinu að borða á þessum glæsilega veitingastæði upp í Perlunni. Þarna þú fengið herramann og hlustið nú vel eftir tónlistinni sem þau eiga að dansa. Það rúlar. Já. Og ertu ekki komin eina dömu niður? Jú, ég fekk þessa. Þú fékkst þessa með þig. Og það er vals. Alveg rennandi hlutur. Og þetta eru matargestir sem eru þarna í saklýsinu að borða og þurfa að fara niður og dansa við ykkur. Og þetta er að gerast núna bara fyrir örfá mínútur. Við þurfum að verðlauna sérstaklega þetta fólk saman. Þetta er alveg frábært. Og sjáðu, léttleikan í ykkur. Og í blautu skónum þetta er gott fyrir. Lagið búið. Lagið búið. Og þá er bara að drífa sig ekki saman. Þú kunni sjá? Og þá er það bara út í gröðabílinn. Það er svo eftir að dömunum. Og farin. Já, þetta var glæs. Ég byrð aftur náðarsamlegast afsökunar á því að hafa farið fram yfir, en ég held að sé þess virði þegar svona gerist í beinum útsendingum og það er allir truflaðir í Perlunni út allan bæ. En þú, hvað heitir þú? Daman með leyfi? Inga Ragnarsdóttir. Inga og? Sigvaldi Jón Kárason. Inga, hvort á sig betur, Inga eða Sigvaldi? Hæ? Stopp, það búið að dæmið í. Inga, hérna, þau eru jafn góð. Inga, ég ætla að byrja að koma hinga að taka að velunum. Þeir fáið hér hörkufín ferðatæki, þið getur dansað við alla í nánustu framtíð. Þetta er Sony-tæki frá Japi sem gefur ykkur þessi glæsilegu velun og svo er það drengurinn Knái hér Sigvaldi, þú farið hér, þau eru jafn góð og það er Sony Japi sem gefur og takk fyrir og gangi ykkur vel. Gjör þau svo vel, fáið þessi sæti. Þetta er ekki alveg búinn. Þá er bara að loka nikkurinn eftir og nú er það nefnendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem ætla að sýna okkur brot af ásatíðinni. Nú verður allt brjála klappið með krakkar. Bjóðum velkomin! Þá gleði sem að mest í þig að skriða blómum, gemdu þína ást, ég glemmi þér. Vinur þín ég býð í blíðri þrá og brostið hlakka til að fá að sjá. Ástarinnar elda ljóma er ég heyri söng þín óma, undra heima sælu opnast á. La 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 la. Og þú veist hvað ég vil. La 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 la. Ég elska þig.
eins og töð, svo sexy og röð. Því við erum nefndar á IFB, FB. Við stjórnum svo þig og því kúum í hér. Því að við ráðum öllu hér IFB, FB. Ef þeim við gerum, þá við erum sökin á þig. Við munum berja á þér, því við ráðum hér. Ráðum þá þér, þessi klíka með mér. Og allt mun fallin dúnalogn IFB, FB. Við getum þig, lítils við brotið þig. Niður og mið, því öllu hér ráðum við IFB. Hér í skólanum hjá oss, þá erum þið ekki laus við okkar raus. Við verðum þig, við verðum þig. Þú sleppur ekki við okkar ekki. Að eilífu IFB. Undir okkar hörðu stjórn og okkar mannafólk. Þú sleppur einn mann greið frá FB. Takk ykkur, góður áhorfendur, góður gestir mínir, þeir sem heimasáttur, listafólkið, framtíðarinnar. Ég þakka ykkur öllum sem komu hér, takk fyrir þessi, takk ykkur öllum fyrir í kvöld og hafið huggfast sem heimasittið að hafa það eins og við hér, láta vináttuna og bara notalega heitin, halda okkur hitta hundur næst. Og bjartsýni að leiðarljósi hittust á hálfmánuði liðnum, bless, bless, bless,